Komið sæl, ég vil bjóða ykkur velkomin á 199. fund í sveitarstjórn Dalabyggðar. Þetta aukafundur sem búið til og það eru 4 mál á dagskrá og fyrsti dagskrárliður er mál númer 20.03.042 ráðningarstaða breyting á aðalskipulagi vindorkuvers. En við fjallaðum með þetta mál á fundi sveitarstjórnar núna síðasta fyrir tæpri viku síðan og 15. síðasta þar sem við samþykktum bókuna sem við lýstum áhyggjum að því að ekki verið komið fram viðauki við landsskipulagsstefnu. En við fórum að beiðni skipulagsstofnunar og höfum beðið með að auglýsa skipulagstillögu vegna breytingar á aðalskipulagi. Þar til viðauki við landsskipulagsstefnu hefur verið lagður fram til kynningar. Hann var síðan lagður fram til kynningar 13. nóvember síðastliðinn. Einhverju sem vilja ræða þetta mál? Kristján, gjörðu svo vel. Já, oddviti, góðu fundarmenn. Já, mér langar, þetta náttúrulega mál varðar bæði tvo fyrstu dagskrárliðana að þetta upphaflega var þetta afgreitt frá skipulagsnefnd og sveitarstjórn í júní og þá fór þetta mál til umsagnar hjá skipulagsstofnun. Þar tók þetta 2 mánuði og þá kom, eins og oddviti sagði, þessi beiðni að afgreiðslu yrði frestað þangað til að viðaukinn hefði verið lagður fram. Nú viðaukinn sem kom fram, eins og fram kom hjá oddvita. Og það sem er athyglisvert að það búið að breyta honum, þegar hann var lagður fram síðastliðinn föstudag, þá var þar kafli vindorku, en það var sjálfsögðu vegna vindorkunar og væntanlega ákvæða þar sem að væntanlega hefur beðið þessa frestun. Síðan breytist hann núna eftir helgi og það búið að taka þennan kafla úr vindorkunni út. Þannig að í sjálfu sér staðan svo að þessi viðauki, hann hefur engu bætt við á þessum tíma sem að búið að bíða eftir að hann væri lagður fram. Þar segja allan hvað það var það sem snýr að vindorkunni. Þannig að þetta svona svolítið sérstök staða, en ég held að það sé ekki hægt að segja annað en að sveitarfélagið fór að þessum tilmælum skipulagsstofnunar þó svo að það hafi sjálfsagt ekki leitt til neins, þannig að þess vegna þá komið að þeim tímapunkti að sveitarfélagið á að geta tekið afstöðu framhaldið. Takk. Takk fyrir þetta, Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls? Biður enginn orðið. Mér langar aðeins að bæta við þetta því að tengt þessu máli sem að tengist Róningarstöðum þá gerir ég ráð fyrir því að á fundi sé að hlusta upptöku nágrannar Róningarstöða sem að standa fyrir heimasíðunni hagsmunir.is. En inn á þeirri heimasíðu er svo sem ágætt tímalína yfir þeirri málsins. En eftir samþykktina 22. júní er því haldið fram inn á hagsmunir.is að þar voru engin haldbar rök fyrir framkvæmdina, en rökin sem oddviti notaði meðal annars voru að ekki kemur til þessara virkjunar myndu við fara marga áratugi aftur í tímann. En að svega það var síðan ekki skýrt betur og þetta væri nauðsynlegt þess að koma í veg fyrir rafmagnsleysi eins og var því í desember síðastliðinn. Ég vil bara ítreka það og ég fór og hlustaði upptökuna frá fundurum 22. júní og þar sagði ég: allt sem við gerum í dag krefst líka orku. Ég efast að það sé einhver sem vilji skipta á núverandi lífsgæðum í dag þar sem þú ert að nota orku nánast í öllu á hverjum degi og þess sem var fyrir nokkrum áratugum ef þú hefur ekki næg orku. Ég get ekki ímyndað mér þá sem þurft að búa við langt rafmagnsleysi í óveðrinu í desember síðastliðnum fyrir tæpa ári síðan. Mér fannst nóg að búa við það í 22 klukkustundir og það skiptir máli að hafa þetta í lagi. Þetta sagði ég á sem fundi. Ég var ekki að tala þegar við varum að fara eitthvað langt aftur í tímann. Og svo segi ég líka
á heimasíðunni Hagsmunir, af hverju skipti oddviti skoðun var þetta atriði frá því fyrir kosningar 2018. Ég hef ekkert skipt skoðun og það sem ég sagði á fundinum í júní og ég vitnaði í kynningabréf sem ég sendi fyrir sveitarstjórnarkosningar 2018, vindorkugarður og mögulegt gagnaver gætu aukið atvinnu á svæðinu. Ég tel að þetta mál þurfa að kynna vel og gæti þess að skipulagshallir verði gegnsett og ekki farið undan ríkisvaldinu, sem hefur ómótaða stefnu varðandi vindorkugarða. Þetta sagði ég á fundinum í júní og þarna verið að gera lítið úr orðum mínum og mistúlka þau og það ekki hægt að taka mark á svona málflutningi eins og hagsmunir.is halda fram. Og ég get verð síðan líka að bæta við og ég ætla að vona að umræðan komist upp á eitthvað betra plan því á kynningafundinum í júní sem ég gat nú ekki setið en ég núna búinn að hlusta á, þá kom Sigurður Sigurbjörnsson og sagði: Ég get lofað ykkur því á meðan ég stend í lappirnar, á meðan ég á lífi, þá mun ég gera hvað sem til að koma veg fyrir að svo mikið sem ein vindmylla rís á Hróðnesi. Það ekki hægt að eiga í rökræðu fólk sem segir svona. En að öðru þá langar mig að tengja síðan verklagið sem Skipulagsstofnun fór eftir við annað atriði. Því að ég las nýlega grein hugtak sem heitir fjötruð skynsemi eða bounded rationality. Þar dregin fram svo ályktun að fjötruð skynsemi hún einkennir mannshögun og þegar hún einkennir mannshögun þá einkennir hún náttúrulega líka starfsfólk stofnanna. Hvað á ég við með þessu? Því að í þessari sömu grein þá kemur það fram að þegar við erum að taka ákvörðun þá leggjum við gríðarlega mikla áherslu að safna miklu magni upplýsingum til þess að draga úr óvissu. En mikið magni upplýsingum það leiðir til margræðis og þá skapa svigrúm fyrir margs konar túlkanir á fyrirliggjandi upplýsingum og ákvarðanir dragast á langinn eða þeim slegið á frest. Svona þegar ég las þetta og hugsaði síðan þá hvernig Skipulagsstofnun hefur unnið að biðja okkur að bíða með auglýsa uns við ekki komin. Það ekki neitt í viðaukanum til þess að bíða eftir hverju var verið að bíða, hvaða upplýsingar vantaði. Ég spyr mig, Skipulagsstofnun mögulega eingöngu að reyna að tefja ferlið eða að draga það á langinn? En eru fleiri sem vilja taka til máls? Ég þá drög að bókun sem ég ætla að leggja fyrir sveitarstjórn. Þann 22. júní síðastliðinn staðfesti sveitarstjórn Dalabyggðar niðurstöðu umhverfis- og skipulagsnefndar dagsett 5. júní þar sem uppdráttur og greinargerð aðalskipulagsbreytingarinnar voru samþykkt og tillagan skyldi auglýst í samræmi við 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Að lokinni yfirferð Skipulagsstofnunar beindi stofnunin því til sveitarfélagsins með bréfi dagsett 4. september 2020 að bíða með að auglýsa tillöguna að aðalskipulagsbreytingunni þar til tillaga að viðauka við landsskipulagsstefnu hefur lögð fram til kynningar. Tillagan að viðauka við landsskipulagsstefnu 2015-2016 var lögð fram 13. nóvember síðastliðinn og það niðurstaða sveitarstjórnar að farið hafi verið eftir ábendingu Skipulagsstofnunar bið þar til áðurnefnd kynning lægi fyrir. Sveitarstjórn ítrekar samþykki á uppdrætt og greinargerð aðalskipulagsbreytingarinnar og felur skipulagsfulltrúa að auglýsa tillöguna samkvæmt þeirri málsmeðferð sem á við samkvæmt skipulagslögum. Frestur til að skila umsögnum tillöguna verði til 20. janúar 2021. Einhverjir sem vilja ræða þessa tillögu? Ég vil bara vekja athygli á því að fresturinn til að skila umsögnum hann talsvert lengri en hið lögformlega ferli sem 6 vikur og það eingöngu vegna þess að 6 vikur frá með tímanum deginum í dag áramótin og við erum einfaldlega að gefa bara lengri frest vegna halda í kringum jól og nýár. Einhver sem vil ræða tillöguna? Þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún samþykkt samhliða. Þá næst dagskrárliður 2, það Sólheimar breyting á aðalskipulagi vegna vindorkuvers. Þetta mál sama eðlis og mál nummer 1 en snýr að fyrirhuguðum vindorkugarði í landi Sólheima. Einhverjir sem vilja ræða það? Það biður enginn orðið. Þá hef ég hér drög að bókun. Þann 22. júní síðastliðinn staðfesti sveitarstjórn Dalabyggðar niðurstöðu umhverfis- og skipulagsnefndar. Dagsett 5. júní þar sem uppdráttur og greinargerð aðalskipulagsbreytingarinnar voru samþykkt og tillaga skyldi auglýst í samræmi við 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010.
Að lokinni yfirferð Skipulagsstofnunar beindi stofnunin því til sveitarfélagsins með bréfi 4. september 2020 að bíða með að auglýsa tillöguna að aðalskipulagsbreytingunni þar til tillaga viðauka við landsskipulagsstefnu hefur verið lögð fram til kynningar. Tillaga viðauka við landsskipulagsstefnu 2015-2026 var lögð fram 13. nóvember síðastliðinn og það niðurstaða sveitarstjórnar að farið hafi verið eftir ábendingu Skipulagsstofnunar bið þar til áðurnefnd kynning lægi fyrir. Sveitarstjórn ítrekar samþykki uppdrætt og greinargerð aðalskipulagsbreytingarinnar og felur skipulagsfulltrúa að auglýsa tillöguna samkvæmt þeirri málsmeðferð sem á við samkvæmt skipulagslögum. Frestur til að skila umsögnum tillöguna verði til 20. janúar 2021. Einhver sem vilja ræða þessa bókun? Það biður enginn orðið. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefið merki. Hún samþykkt samhliða. Þá það dagskrárliður 3, það fjárhagsáætlun 2020, viðauki 8. Kannski rétt bara að fá Kristján sveitarstjóra til þess að fara yfir efni 8. viðauka. Já, Diddi og góðu fundarmenn. Þessi viðauki, hann formleg staðfesting á ákvörðun sem var tekin á síðasta fundi sveitarstjórnar að tillögu byggðarráðs, það að segja að það gert gagntilboð vegna tilboð sem hafi komið í Ægisbraut 2 eða réttina eins og skemmanni kölluð í daglegu máli, í daglegu tali og til þess að það sé formleg heimild til þess að taka málið áfram, gera kaupsamning og þess háttar, þá þarf að samþykkja viðauka við fjárhagsáætlun þar sem að upphæðin sem semst 15 milljónir króna kemur fram og leita eins og það kemur fram í viðaukaskjalinu þá þessu upphæð leita áfram inn í efnahagsreikning og þess þannig að það þarf að sýna það og sveitarstjórn þarf að staðfesta þennan viðauka til þess að það sé heimilt að gera þennan samning sem að núna með fyrirvara að viðauki verður samþykktur að þá liggur það fyrir að þessi sala á að geta gengið eftir með þessum formerkjum en til þess að það sé formlega heimilt að þá þarf þessi viðauki að vera afgreiddur fyrst. Takk fyrir þetta Kristján. Einhverju sem vilja ræða þennan viðauka fjárhagsáætlun? Það biður enginn orðið og bara hér tillaga að sveitarstjórn samþykki viðauka 8 við fjárhagsáætlun 2020. Þeir sem eru samþykkið því gefið merki. Hann samþykktur samhliða. Síðan dagskrárliður 4, það sorphreinsun og það liggur hér fyrir funda gegnum minnisblað stöðuna varðandi breyting á sorpbyrðu. Þannig að það nýr verktaki að taka við sorpbyrðu í Dalabyggð núna áramótin. Einhverju sem vilja ræða þetta minnisblað? Kristján, gjörðu svo vel. Já, takk. Ég vil tilgangunum var að ég taldi nauðsynlegt að upplýsa og rétt að upplýsa sveitarstjórn og íbúa það hver staðan á verkefninu núna og eins og kemur fram í minnisblaðinu þá þessi breyting sem verður áramótin fyrstu merki hana sem að munu sjást núna á allra næstu vikum að gámarnir sem eru hér á 22 stöðum að þeim fækkar, þar að segja að þar sem eru 2 gámar í dag að þar verður annar gámurinn tekinn mjög fljótlega og enda það að vera með 2 gáma fyrst og fremst sumarástæðun þó svo að þeir hafi verið 2 mjög víða allt árið. Loka tæming á þessum gámum verður síðan áramótin. Við erum ekki alveg komin með, við erum eftir að semja það við Terra endalega hvenær þeir verða tæmdir og síðan teknir. En það getur orðið svona, verður einhverjum megin við áramótin. Nánari upplýsingar tímasetningar þessu munu
liggja fyrir fljótlega og nýr aðili, Íslenska Gámafélagið, mun síðan koma ílátum nýjum til heimila í dreifbýli og það stefnt á því að það verði ílát sem það sleppa þannig að sé þetta tæma á 4 vikna fresti fram að vori eða þess að sé þangað til nýtt fyrirkomulag tekur gildi og stærð og fjöldi íláta verður í samræmi við það en hirðing á tunnunum hérna í Búðardal verður með sama hætti og áður til vors. Fyrstu 3 mánuðina eins og kom fram í útboðsskilmálum þá verður flokkuðu sorpi ekki sérsafnað en síðan ætlunin að í apríl að þá verði komnar 3 tunnur við öll heimili og þá fari flokkunin í gang. Það verið að vinna upplýsingapæling og það stefnt á því að hann fari út í byrjun desember ásamt öllum upplýsingum með tímasetningar á skiptunum, hvenær dreifing nýrra sorpíláta fer fram, sorpbirgðatal fyrir árið 2021 og þessar upplýsingar verða sjálfsögðu líka á heimasíðu sveitarfélagsins. En ég bara undirstrika að þetta mikil breyting og þetta samstarfsverkefni, það eiga eflaust eftir að koma upp einhverjum hnökrar en þá bara gildir að vera jákvæður og við finnum leiðir til að leysa úr þeim hnökrum sem að uppkoma. Takk. Takk fyrir þetta Kristján. Einhverju fleiri sem vilja taka til máls? Svo virðist ekki vera, þá dagskrá fundarins tæmd og áður við slítum upptöku þá ætla ég bara að minna á eins og ég minnti á í lok síðasta fundar að næsti reglulegi fundur sveitarstjórnar er 5. 10. desember næstkomandi. Og bíðum bara eftir að upptaka sér stopp og þá munum við yfirfara fundargerð.